Þá ætla ég bara að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þetta málþing sem ber yfirskriftina fjölskyldulíf og fötlun. Þetta annað málþing á 4 sem að Öryrkjabandalag Íslands, rannsóknarsetur í fötlunarfræðum og félag fötlunarrannsóknir standa fyrir núna í vetur. Það 2 fyrir áramót og 2 eftir áramót. Dagskráin fjölbreytt. Það bæði heyrum við frá niðurstöðum íslenskra rannsókna efnið og síðan heyrum við reynslusögur og ég get alveg fullyrt það að við erum að heyra í dag heyrum við raddir sem að hafa ekki heyrst mikið opinberlega fram að þessu eða raddir sem eru fulltrúar ákveðinna hópa sem ekki hefur heyrst í. Þannig að mér finnst þetta allavega mjög spennandi og ég hlakka til að heyra öll erindin í dag. Það hefur orðið smávægileg breyting á dagskránni. Aðalbjörg Gunnlaugsdóttir talar núna fyrir hlé og Brynhildur Flóvén sem áður var auglýst fyrir hlé færist eftir kaffihlé. Halldór Sævar Guðbergsson sem var auglýstur sem málþingstjóri forfallast og getur því miður ekki verið með okkur í dag. Ég heiti semst Þorbjörg Fjölnisdóttir og verð þá ein málþingstjóri og ég tengist efninu þannig að ég hef verið hreyfihömluð alla tíð, með meðfæddan taugahrörnunarsjúkdóm og móðir. Ég á 3 börn, 2 syni og 1 dóttur sem 22, 19 og 15 ára í dag og stolt mynd og gleði eins og gjarnt foreldra. Ég ætla bara að biðja á að gefa Ellen Kalman formann Öryrkjabandalagsins orðið. Takk Þorbjörg. Og verið hjartanlega velkomin á þetta málþing eins og Þorbjörg kynnti annað í röðinni mannréttindi hvers dagsins. Í dag umfjöllunarefnið fjölskyldulíf og fötlun, íslenskar rannsóknir og dagleg reynsla. Og öll þekkjum við að það tala móðurástina sem mjög sterk og gjarnan vísa til að hún sé sterkasta ástin sem að einhver finnur innra með sér en ekki síst bara kannski getum við sagt foreldraástin því að feður umbreytast eða ungir menn umbreytast gjarnan þegar þeir fá fyrsta barn og þessir litlu einstaklingar sem komin í líf okkar, þeir breyta líf okkar að eilífu og við erum ekki söm sem áður og þetta á sjálfsögðu við allt fólk sem eignast börn og mannréttindi og málþingin þessi eru öll tengd mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. En 23. greinin, hún fjallar virðingu fyrir heimili og fjölskyldu. Og í dag þá ætlum við að fjalla fjölskyldulíf og fötlun og við getum oft veltið fyrir okkur hvað gerir foreldri gott. Það þessi ást, umhyggja, hlýja og svo kannski þessar daglegu þarfir sem að þarf að mæta börnum og skerðing gerir foreldri ekki verra og það kannski það sem við erum helst að halda á lofti hér. Fötluð börn verða unglingar og þau verða fullorðið fólk. Fatlað fólk stofnar fjölskyldur og eignast börn. Réttindi fatlaðs fólks eru tilgreind í sáttmálanum eins og áður sagði og þau eru meðal þau að fá að stofna fjölskyldu og heimili með þeim stuðningi sem hver þarf til að halda á og bara halda jafnréttisgrundvelli við jafnaldra sína. Að fá að bera ábyrgð og hafa vald í sínu lífi til að fá að elska, fæða og klæða börnin sín. Að teki sér mark á því sem fullorðnu fólki, sem foreldrum og að ekki sé efast getu þeirra til þess að vera fullorðin eða til þess að vera foreldrar. Og að fá viðeigandi stuðningi foreldra hlutverkinu. Hvaða foreldri fer í raun óstutt í gegnum uppeldi barna sinna? Afar, ömmur, frændur, frængur, leikskóli, hið opinbera, stuðningskerfi eins opinbera líka fjölskyldan í raun og veru á hann að geta sinnt hlutverki fjölskyldu og aðstandenda hlutverki eins og aðrir fjölskyldumeðlimir til þess að fatlað fólk fái að sinna hlutverki foreldra. Fæstir foreldrar fullkomnir og flestir fá tækifæri til að læra af mistökum sínum án þess að óttast að vera álitin slæmir foreldrar eða börnin verði tekin af þeim
sem það versta sem nokkurt foreldri getur hugsað sér. Það ánægilegt og áhugavert að sjá hversu margir hafa áhuga á þessu umfjöllunarefni sem kannski hefur ekki verið fjallað svo mikið og við fáum tilefni til þess hér í dag og ég hlakka mikið til að heyra þau erindi sem hér verða í dag og það mjög mikilvægt ekki síst þess að ná fullum mannréttindum fatlaðs fólks hvað varðar rétt til fjölskyldulífs. Og þá segi ég bara, gjörðu svo vel og njóti dagsins. Þakka fyrir alveg. Þá næst Aðalbjörg Gunnarsdóttir sem Emma í fötlunarfræði og hún ætlar að segja okkur frá niðurstöðu rannsóknar sem hún gerði og fjallar aðgengi að og upplifun hreyfihamlaðs fólks af foreldrahlutverkinu. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Aðalbjörg Gunnarsdóttir og ég lauk MA-námi síðasta haust, fyrir rúm ári síðan og ég ætla að fjalla MA-ritgerðina mína sem bar einmitt nafnið aðgengi að og upplifun hreyfihamlaðra af foreldrahlutverkinu. MA-ritgerðin skiptist í þrennt í aðgengi að foreldrahlutverkinu, upplifun af meðgöngu og fæðingu og upplifun af foreldrahlutverkinu sjálfu. Þáttakendurnir voru 3 hreyfihamlaðir barnlausir einstaklingar þar sem meðganga var ekki möguleg, 8 hreyfihamlaðir foreldrar, bæði mæður og feður. Þáttakendur voru á aldrinum 26 ára til 50 ára og börn þeirra það yngsta undir 1 árs og það elsta 9 ára. Skerðing þáttakenda var mismikil og misjafnt hvor maki ófatlaður eða hreyfihamlaður. Aðgengi að foreldrahlutverkinu. Einstaklingarnir 3 sem ég ræddi við þar sem meðganga er ekki möguleg þráðu allir mikið að eignast barn. Ættleiðingakerfið virðist ekki vera með hliðhollt hreyfihömluðum og staðgöngumæðrun enn sem komið ekki lögleg hérlendis. Þessir einstaklingar sem ég talaði við voru allir tilbúnir til að nýta sér hvort þessara hluta, ættleiðingakerfið eða staðgöngumæðrun ef það gæti nýst þeim. Mikilvægt að það opnist leiðir fyrir þær konur sem ekki geta gengið með barn sem og maka þeirra, hvort sem þeir eru ófatlaðir eða hreyfihamlaðir. Löggjöf ættleiðingar þyrftu að vera hliðhollari, samanber grein í reglugerð þar sem fram kemur möguleiki á synjun vegna hreyfihömlunar sem og miklar kröfur líkamlegt treysti, fjárhag, menntun og fleira. Ein stærsta hindrunin sem hreyfihamlað fólk stendur frammi fyrir innan ættleiðingakerfisins eru kröfur heilsureisti og að hreyfihömlun skuli sérstaklega vera skráð sem möguleg ástæða synjunar. Að synja umsækjanda á rökum hreyfihömlunar dæmi mismunun innan ættleiðingakerfisins og getur orðið til þess að fólk hafi aldrei möguleika til að eignast barn og verða foreldrar. Einnig þyrfti að löglega staðgöngumæðrun til þess að þessir hreyfihömluðu einstaklingar sem eru nú barnlausir gætu látið draum sinn barn rætast. Nú starfar vinnuhópur staðgöngumæðrun og óska þeir álits ýmissa aðila, meðal annars Sjálfsbjargar, og var ég svo lánsöm að fá að svara spurningum vinnuhópsins fyrir hönd Sjálfsbjargar og leit ég svo á að ég væri leið að svara þeim fyrir hönd þeirra hreyfihömluðu einstaklinga þar sem meðganga ekki möguleg. Og var ég þá ekki síst að hugsa til þessara 3 einstaklinga sem ég talaði við í rannsókninni. Í umsögnum þingsályktunartillögu staðgöngumæðrun bent á að í stað þess að heimila staðgöngumæðrun ætti að gera ættleiðingalöggjöfina opnari. En svo fram kemur í tillögu af þingsályktun þá ekki nóg að breyta íslensku löggjöfinni á meðan ættleiðingalöndin geta sett ákveðnar kröfur sem taka verður tillit til. Það að íslensku löggjöfinni verði breytt þýðir ekki að allir hafi möguleika á að ættleiða barn erlendis frá og þess vegna skiptir máli að úrræði eins og staðgöngumæðrun sé til staðar. Í samhengi við þessar 3 hreyfihömluðu einstaklingar sem áttu ekki börn
finnst mér hreyfihömluðu foreldrarnir sem ég talaði við vera mjög sterkar og jákvæðar fyrirmyndir. Að hreyfihömlun þýði ekki að viðkomandi geti ekki verið gott foreldri og veitt barninu sínu umhyggju og öryggi. Á meðgöngu skipti það verðandi foreldra miklu máli að viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til þeirra væri gott og að þau fyndu fyrir stuðningi frá þeim. Einnig að viðhorf fjölskyldu og vina við fréttunum að barn væri væntanlegt væri jákvætt, bæði það að samgleðast og að hafa trú á hinum verðandi foreldrum. Það var ekki mikið fordóma á meðgöngu en þó örlítið og ákveði að taka dæmi það hér. En dæmi voru að áhyggjur væri af því að barn geti mögulega borið sömu skerðingu og foreldrið. Og einnig var dæmi hreyfihamlaðan verðandi föður sem beið með konunni sinni á fæðingardeildinni rétt áður en hann átti barnið og sat við hliðina á konunni sinni í hjólastól og konan var spurð af því hvenær pappinn kæmi. Þar sem ekki var gert ráð fyrir því að maðurinn sem sat við hliðina á henni væri maðurinn hennar og það þar með verðandi faðir barnsins. Og hún leit bara á viðkomandi heilbrigðisstarfsmann og sagði, hann situr hérna við hliðina á mér. Hreyfihamlaðar verðandi mæður töluðu mikilvægi stuðnings frá heilbrigðisstarfsfólki en einnig frá fjölskyldu og maka. Mæðurnar sem ég talaði við, þar af eiga 3 2 börn og 2 eiga 1 barn. Skerðingin gerði það að verkum að þær voru allar í áhættu meðgöngu á fyrstu meðgöngu og fylgst var sérstaklega vel með þeim. Af þeim konum sem eiga 2 börn voru 2 einnig í áhættu meðgöngu þegar þær gengu með yngra barnið en 1 ekki því fyrir meðganga hafði gengið vel og ekki var talin þörf á sérstöku eftirliti. Upplifun af foreldrahlutverkinu. Það var mjög algengt að foreldrar töluðu að þeir lærðu af reynslunni og gerðu öðruvísi með barn nummer 2 heldur en þeir höfðu gert með barn nummer 1. Ein móðir lýsti þessu svona. Það var bara allt annað líf, þannig að það virtist skipta miklu máli að plana þessa umgjörð öðruvísi og átti það við hvernig hún og maki hennar leystu ýmis mál þegar seinna barni kom heldur en þegar þau áttu það fyrra. Einn ýmislegt í sambandi við fæðingu barnsins sem var skipulagt öðruvísi með seinna barn heldur en fyrra barn. Einnig töluðu foreldrarnir að það yrði auðveldara eftir því sem börnin urðu eldri og þannig sagði ein móðir. Þetta náttúrulega verður auðveldara eftir því sem þau stækka og eiga þar við að ummunin og þörfin minnkar eftir því sem börnin verða eldri. Þá var einnig talað stuðning maka og ein móðir sagði, það hefur náttúrulega bara skipt alveg rosalega miklu máli að vera með maka sem að alveg bara gerir jafn mikið. Og þetta töluðu allir foreldrar bæði mæður og feður að það skipti miklu máli að hafa góðan stuðning frá maka sínum. Foreldrarnir töluðu líka stuðning frá fjölskyldu og eitt foreldri sagði, búin að fá mikla hjálp, öðruvísi hefði maður náttúrulega ekki geta þetta. Þannig að ég búin að fá mikla hjálp og allir boðnir og búnir, það vita líka allir að þetta tímabundið og þar að foreldrar sérstaklega við fyrstu 2 árin þar sem ummunin mest og mest sótt í bæði stuðning frá fjölskyldu, vinum og kerfinu. Samskipti og samvinna milli móður og föður mikilvæg á öllum aldurstigum barna en þó mest fyrsta árið og í sumum tilfellum fyrstu 2 árin. Að skipta á milli sín verkum, að móðurinn hafi tækifæri til að hvíla sig og það átti sérstaklega við fyrstu mánuðina eftir fæðingu barnsins. Að gera hlutina í sameiningu og átti það til dæmis við að baða barnið, fara með það í ungbarnaeftirlitið og fara saman að sækja barnið í leikskóla. Stuðningur frá fjölskyldu og vinum Stuðningur frá fjölskyldu og vinum fyrstu 2 árin var mikils virði, sem og stuðningur frá kerfinu í formi liðveislu og NPA. Þannig voru dæmi að fjölskyldumeðlimir sinntu umönnun barnsins, til dæmis til að móðurinn gæti hvílt sig hluta úr degi, sem og færi með móður, til dæmis með barnið í ungbarnaeftirlit og einnig þegar barnið var eldra var stuðningur ætlaður til dæmis til þess að barn gæti farið út að leika
eða að fara með móður eða föður að sækja barn til dæmis í leikskóla. Aðgengi háði hreyfihömluðum foreldrum til dæmis á leikvöllum og nefndu nokkri foreldrar slíka hindrun og fengu til þess stuðning annarkvort frá fjölskyldumeðlumum eða kerfinu, þá í formi liðvislu eða NPA, þar sem einstaklingur kom heim og fór út með barn eða leika. Þörf var fyrir minni stuðning og öðruvísi stuðning á leikskólaaldri. Einnig var minni þörf fyrir lausnir og þá öðruvísi lausnir sem nýttust á leikskólaaldri. Þar með eins og þetta til dæmis að komast út að leika sem snýst hreyfi- og leikþörf barna en ekki beina umönnun þeirra. Foreldrar töluðu jákvætt viðhorf leikskólastarfsfólks og stuðning frá þeim, að aðgengi hefði verið bætt eftir að barni byrjaði í leikskólanum svo að hreyfihamlaða foreldri kæmist auðveldlega þar og gæti komið með og sótt barnið sitt án þess að mæta hindrunum í aðgengi. En dæmi var til dæmis eitt foreldri þar sem að hárkantur hafði verið við innganginn sem leyst var á þann einfalda hátt að setja ramp þar eftir að barnið byrjaði í leikskólanum. Foreldrunum fannst mikilsvirði fyrir börnin að komast í leikskóla, þá kæmist þó oftar út og nutu sín vel í leik með öðrum börnum og það skipti þau miklu máli að vita að barninu liði vel í leikskólanum. Hreyfihamlaðir foreldrar eru mjög lausnamiðaðir, finna ýmsar praktískar lausnir eins og að sérsmíða skiptiborð, þar sem hendur skiptiborð fékkst ekki keypt í neinni barnabúð, að nýta sér vöggu og kerru innandyra í stað þess að halda á barninu og labba með það af ótta við að detta með það í fanginu og tryggja þannig öryggi barnsins. Ýmsar lausnir fundust einnig varðandi það að koma barninu út í bíl, til dæmis að festa barnabílstölunum í hjólastól til að tryggja öryggi og gera hreyfihömluðu foreldri kleift að fara með barnið frá íbúðinu út í bíl og einnig að styðjast í regnhlífakerru eða kerru sem hægt var að festa barnabílstól á. Ein móðirinn sagði til dæmis í samhengi við lausnir: eins og með Aron, ég var svo mikið jafnvægislaus, ég var alltaf að detta, þannig að hann var bara í vöggunu, ég vildi ekkert vera að halda mikið á honum að ég var svo hrædd að detta með hann í fanginu. Orkuleysi háði sérstaklega sumum hreyfihömluðum mæðrunum og þær fundu lausn á því. Til dæmis sagði ein móðirinn: ég lagði mig alltaf með barninu. Þannig fekk hún hvíld á sama tíma og barnið lagði sig og hafði því orku þegar barnið var vakandi. Einnig sagði einn faðir í tengslu við skiptiborð fyrir strákinn sinn: gerði það bara sjálfur. Auðvitað það var ekkert þannig skiptiborð fyrir fatlaða sem í hjólastól. Kemst ekkert undir þetta. Ég þurfti bara að saga út plötu og finna lappir. Það er mjög áberandi í öllum viðtölunum hvað foreldrar eru lausnamiðaðir og hvernig er hugsað í lausnum. Það er engin vandamál, það eru bara lausnir. Á grunnskólaaldri snýst þetta meira samveru foreldra og barna. Börnin eru að miklu leyti orðin sjálfbjarga en aðgengi háir stundum hreyfihömluðum foreldrum sem eiga börn á grunnskólaaldri. Til dæmis aðgengi til að stunda útivist eða áhugamál saman, fylgjast með börnunum sínum í íþróttum eða tómstundum og að taka virkan þátt í skólagöngu þeirra. Þannig nefndi eitt af hreyfihömluðu foreldrunum að sér þætti gaman að geta stunda meiri útivist en gerlegt er og á þar við aðgengishindranir. Einnig nefndi viðkomandi hindranir í aðgengu bygginga þar sem barnið hans var í tómstundum og hann gat hann ekki komið þangað til að fylgjast með honum þar sem þar var engin lyfta, aðeins stigar. Helstu niðurstöður eru þær að það skortir raunhæfa leið fyrir hreyfihamlaða einstaklinga þar sem meðganga er ekki möguleg. Hreyfihömluðum foreldrum vegnar vel í foreldrahlutverkinu. Stuðningur, lausnir og samvinna para skiptir þar mestu máli. Viðhorf annarra skiptir hreyfihamlaða foreldra miklu máli og einnig, sem ég glemt að bæta við hana, skiptir aðgengi gríðarlegu máli allstaðar, alveg sama hvar það er. Takk hérlega fyrir að hlusta. Ég koma niður að vera. Við þökkum Aðalbjörg kærlega fyrir og ég ætla að minna á að
það bara í lok málþingsins sem verða fyrirspurnarumræðu, þá koma allir hér upp og þá verður hægt að spyrja. Já, nema Aðalbjörg verður farin. En næst talar Hanna Björg Sigurjónsdóttir, dósent í fötlunarfræði og erindi hennar nefnist foreldrar á færni og fötlun. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Nei, ég ætla nú ekki að taka þinn fyrirlestur, Snæfríður. Það er gaman að vera hérna með ykkur í dag og umfjöllunarefnið mitt sem sagt að tala foreldra, færni og fötlun og það er sérlega gott og gaman að gera það eftir að Aðalbjörg talaði því að í raun skarast efnið okkar svo mikið. Þeir í mig vittlausar, sjáuð þið. Ég stel ekki frá Snæfríði heldur frá henni svilkonu minni Brynhildi. En nú þarf ég bara að setja upp gleraugun. Getur þið hjálpað mér með þetta? Hérna er þetta. Það getur bara verið skemmtilegt ef þú myndir flytja annarra manna fyrirlestur. Ég held að það yrði alveg rosalega gaman. Já. Sjá, nei, þetta er Snæfríður, hvurslags. Hrefna mín, hvar er þetta? Er það hérna? Já, loksins. Heyrðu, fallir farar heill og en það er alveg rétt. Það hefði verið afskaplega gaman að gera annarra manna fyrirlestur. Hugsið ykkur hvað það gæti orðið skemmtilegt og smart. En sem sagt, af hverju að tala fötlun og sem sagt foreldrahlutverkið? Því ég ætla að svara að þetta er eitt flóknasta hlutverk sem við getum nokkuð tíman tekist á lífsleiðinni. En fatlað fólk, fatlaði foreldrar eru nokkuð ósýnilegir í samfélaginu. Í hugum margra fer fötlun og foreldrahlutverki ekki vel saman og margir eiga bara erfitt með að ímynda sér að fatlað fólk geti verið foreldri og gerir það vel. Nú, bara fötlun getur náttúrulega verið allavega. Hún getur bæði verið sýnileg, hún getur verið ósýnileg, hún getur verið stöðug, óstöðug, komið og farið, versnað, en fötlun eða skerðing gerir það aldrei sem sjálfkrafa að foreldrar séu ekki nógu góðir eða að börn þeirra séu í áhættu. Það er margt sem að skiptir máli. Fatlaða foreldrar líkt eins og allir aðrir foreldrar eru misjafnir foreldrar, en vegna þess hversu margir eiga erfitt með að ímynda sér að fatlað fólk getur orðið foreldrar, og kannski vegna þess hversu ósýnilegir fatlaði foreldrar eru í samfélaginu. Við sjáum ekki fólkið sem að Aðalbjörg talaði Við sjáum ekki fólkinu sem að gengur vel. Við sjáum fyrst og fremst það fólk sem að kemur í kerfið af því að það þarf stuðning og það eru mjög neikvæð viðhorf bara almennt gegn þeim fólki. Nú hluti af öllu saman er sagan. 100 ára saga, sérstaklega í tengslum við fólk sem er seinfært eða með geðsjúkdóma, en 100 ára saga sýnir okkur aðgreiningu fólks, aðgreininga kynja, ófrjósemisaðgerðir, jafnvel án vilja og vitundar og að börn séu tekin af foreldrum sínum við fæðingu. Á síðustu áratugum hefur þetta verið að breyta með áherslu á breytta hugmyndafræði og sjálfsákvörðunarrétt að þá hefur fötluðum foreldrum fjölgað en þeir eru ennþá mun líklegri heldur en allir aðrir hópar í samfélaginu til þess að vera sviptir forsjá barna sinna og þetta á sérstaklega við foreldra með þroskahömlun og geðræna erfiðleika. Nú, þetta gerist oft án þess að sannanir séu ofbeldi eða vanrækslu eða vísbendingar að börn þeirra komi verr út heldur en önnur börn. Við höfum ekki tölur hér frá Íslandi þetta en það sama hvort við erum í Svíþjóð, Danmörku, Noregi,
Bandaríkjónum, Kanada, Ástralíu, að niðurstöður rannsókna eru mjög samhljóða. Að það bil 1 af hverjum 5 börnum sem að eru tekin af foreldrum sínum eiga til dæmis seinfæra móður. Nú, það þegar að þannig að við erum búin að færast frá stefnu sem að komi í veg fyrir að fatlað fólk ætti börn samfélagsins vegna yfir í það að fjarlæga börnin barnanna vegna. Nú, þessi hlutfallslegi mikli fjöldi fatlaðra foreldra sem missi forsjá barna sinna ýmist tímabundið eða til lengri tíma bara krefst þess að starfa og stefna sé skoðuð alveg sérstaklega vel. Hvað gerist þegar að fólk fær þjónustu? Fær það sanngjarna meðferð? Er komið fram við það af virðingu og sanngirni? Er það hvatt til að nýta stuðningsnet sitt á sama hátt og aðri foreldrar? Eru skerðingu eignaðar allir erfiðleikar eða er tekið tillit til annara þátta? Nú, mér langar að segja það hér á landi að þá höfum við ekki hugmyndum hversu, ef við vitum ekki hversu algeng fötlun er og við vitum ekki hversu algengt það er að fatlað fólk eignist börn. En rannsóknir til dæmis í Bandaríkjunum benda til þess að 11% allra fjölskyldna að þar séu foreldrar með fötlun. Nú, við erum á tímamótum núna að við erum að vinna að því að við erum að undirbúa samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks að hann verði lögbundinn hér á landi og eins og þið þekkið öll sem að hér eruð að þá fjallar 23. greinin það að aðildarríkin skulu gera árangusríkar og viðeigandi ráðstafanir í því skyni að uppræta mismunun gagnvart fötluðu fólki í öllum málum sem lúta að hjónabandi, fjölskyldu og foreldruhlutverki og að þau skuli veita fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við að uppfylla skyldur sínar sem uppalendur barna og að barn skuli aldrei taka frá foreldrum sínum á grundvelli fötlunar barnsins eða annars foreldris eða beggja. Þegar að nú bara erum við á þeim stað að nú þurfum við að fara að koma orð í framkvæmd. Nú þurfum við að fara að akkurat að framkvæma það sem við tölum Og eitt af mikilvægasta sem að ég held að við gerum núna til þess að byrja, að það er að ég ætla að setja spurningu upp og ég ætla að biðja ykkur öll að velta þið fyrir ykkur, bara hvert fyrir sig í hjarta ykkar og bara með sjálfum ykkur, bara trúi ég að fatlaði foreldrar eigi rétt á að vera foreldri og eigi rétt á því að ala upp börnin sín. Þetta er grundvallar spurning, þó hún snúist ekki stóran sannleik eða rétt eða rangt, að þá snýst hún tilfinningar okkar, viðhorf og skilning og það hvernig okkur líður og það hvernig við skiljum aðstæður, það stjórnar því hvernig við bregðumst við og hvað við gerumst. Þannig að þetta er grundvallar spurning fyrir okkur öll. Ég hugsa að margir það var ekkert óalgengt að svara kannski þessari spurningu. Já, það veltur nú á því hvernig skerðingin er, hversu mikil hún er. En eins og ég segi, að málið er að þegar að við bara almennt sjáum fatlaða foreldra, þá beinist athyglin að skerðingunni. Og ástæðan er meðal annars sú, eins og ég sagði áðan, að foreldrar með sýnilega skerðingar hafa verið svo ósýnilegir í samfélaginu að við sjáum fólk ekki fyrir okkur sem foreldra og þess vegna kemur hugsunin, aumingja krakkarnir, blessuð börnin og fólk á erfitt með að ímynda sér að mörgum börnum geti liðið vel sem að alist upp með fötluðum foreldrum. Þannig að þetta er svona hluti sem við virkilega verðum að breyta. Það er sýnileikin, það eru reynslusögurnar, það er reynslan frá afa og ömmu, pöppum og mömmu. Það er þannig að vegna þess að við sjáum ekki fyrir okkur hvernig þetta er þegar vel gengur, að þá dettum við í þessar hugsanir. Þá dettum við í að hugsa, auðvitað, aumingja börnin. Þannig að við þurfum að viðurkenna að fatlað fólk er í félagslegum hlutverkum. Eitt af þeim hlutverkum er foreldrahlutverkið og margt fólk er bara að gera mjög vel. En mikið af þeim erfiðleikum sem að fatlaða foreldrar standa frammi fyrir í foreldrahlutverkinu eru nákvæmlega sömu erfiðleikar og margir aðrar foreldrar standa frammi fyrir. Þú veist, þetta er flókið hlutverk. Þetta er líklega eins og ég segi eitt flóknasta hlutverk sem við getum nokkuð tíman staði frammi fyrir. En hættan er á að við eignum skerðingunni
alla erfiðleika. Við áttum okkur ekki á því að það sem að það er að gerast hjá eiginlega öllum. Það er svona hætta á því að við horfum fram hjá því sem að er í umhverfinu. Og til þess að segja ykkur aðeins frá því hversu mikil hættan er, þá er ég nýbúin að lesa glænýja rannsókn þar sem að verið að skoða hvernig koma til dæmis seinfærar mæður út. Viðmiðunarhópurinn eru mæður sem að hafa enga sögu neina geðræna erfiðleika nokkuð tíman, ekki meðgöngu, þunglindi, ekki kvíða, ekki neitt. Þannig erum við að velja hóp foreldra. Við vitum það að efnahagsaðstæður og til dæmis kvíði eða þunglindi geta verið mjög tengt. Þannig erum við að velja hóp til þess að bera saman við seinfæra foreldra sem að er í raun eins ósanngjarn og hægt er. Við erum að bera saman við ídeal foreldrið sem vallaði til. Hluti af niðurstöðum þessara rannsóknar er sá að seinfærar mæður eigi á hættu að vera í ofþyngd. Og ég hugsa, hvað kemur það foreldrahæfni við? Segið mér, hvað kemur það foreldrahæfninni við? Af hverju tökum við svona hluti? Hvað máli skiptir það? Við þurfum að vera vakandi fyrir svo mörgu, því að þegar margt vanmat kemur saman, að þá eykur það á neikvæðar tilfinningar og líðan. Þannig að En starf í þjónustu með fjölskyldum og starf í kringum velferð barna hefur verið að þróast á undanförnum áratugum og þróast í raun svona í samhljóm við marga þróun í fötlunarfræði. Að galla sjónarhorn, að þetta sjónarhorn sem lítur á skerðinguna sem vandamálið eða foreldriða skerðinguna sem rót vandans, gerir það að verkum að staðan virðist óbreytanleg. Það eru færri og færri sem að líta svo á, fleiri og fleiri sem viðurkenna bara þátt umhverfis og aðstæðina. En þrátt fyrir það að í 30 ár höfum við til dæmis vitað það að hæfni foreldris vex ekki í beinu hlutfalli við greindarvísitölu. Samt erum við ennþá að nota slíka mælikvarða, en það verður samt sjaldnar og sjaldnar. En þegar að það gerist að við skiljum fötlun út frá gallasjónarhorninu, að þá er þessi hætta á að skerðingunni verði eignaðar allir erfiðleikar og við horfum yfir annað, bara annað sem að aðrir foreldrar eru að takast á við og stafa yfir af einhverju öðru. Félagslegu og menningalegu sjónarhornin eða skilningurinn á fötlun, með honum kom áherslan á að rýna í umhverfislegar hindranir og uppræðar. Og þarna er viðurkenning á því að foreldri geti þurft stuðning til þess að vega upp á móti skerðingu og stuðning til þáttöku í félagslegum hlutverkum og þar með talið foreldrahlutverkinu. Mannréttinda sjónarhornið, að það gengur síðan út á það að fötlun er skilgreind svona sem afleiðinga flóknu samspili milli einstaklinga og samfélagslegra þátta sem komi í veg fyrir að fatlað fólk geti tekið fullan þátt í samfélaginu og jafnréttisgrunni og þarna er áherslan eins og þið vita á jafnrétti, bann við mismunun og viðeigandi aðlögun. Eitt lykil þáttur á þessu er hvernig við skiljum sjálfstæði. En ríkjandi hugmyndir foreldra og fullorðinshlutverk hafa sett mark sitt á stöðu fatlaðra foreldra. Fullorðinshlutverk hafa verið talin grundvallast á sjálfstæði, færni og sjálfræði og þar af leiðandi hefur fatlað fólk iðulega ekki verið talið geta gert sama tilkall til þessara hlutverka þar sem að fötlun er gjarnan tengd eiginleikum andstæðum þessum. En félagslegu stuðningur við fatlaða foreldra, hann byggist á öðrum skilningi á sjálfstæði en þessum einstaklingsskilningi og því að hægt sé að lifa sjálfstæður og gjörsamlega óháður öðrum. Við megum ekki gleyma því að í raun er engin manneskja fullkomlega sjálfstæð, við erum öll innbyrðis tengd og háð hvert öðru og við njótum öll stuðningar eða aðstoðar að einhverju marki, bara í mismiklu mæli. Þannig að krafan sjálfstæði og að fatlaði foreldrar verða að vera fullfærir til að halda börnum sínum gerir í raun meiri kröfu til þeirra en annara foreldra sem treysta á aðstoð annars fólks. En það er það sem við gerum þegar að ef við vöknum veikum nótt að þá köllum við eftir aðstoð, öll treystum við á aðstoð í lífinu. En tengslaskilningur og sjálfstæði felst ekki í því að geta gert alla hluti sjálfur og að þurfa ekki aðstoð annara, heldur að hafa val og stjórn á eigin lífi.
Og með tilkomi félagslegra og menningarlegra sjónarhorna á föllun að þá hafa mörg lönd byrjað að sníða stefnumótun sína og löggjöf að þáttöku, sem sagt bara almennt í stað sérgreindra úrræða. Og þessi nálgun viðurkennir að foreldrahæfni ekki óbreytanlegur eiginleiki sem fólk annarkvort býr yfir eða skortir, heldur þetta hæfni sem þróast og miðlast í gegnum fjölskyldutengsl og í gegnum önnur félagsleg tengsl. Þannig að þróunin á undanförnum árum, hún hefur verið að færast frá því að horfa á foreldri í einangrun, getur þetta foreldri hugsað barn eitt og sjálft, yfir í það að horfa á foreldri í félagslegu og svona samfélagslegu samhengi. Nú, almennur stuðningur við foreldra og foreldrahlutverki gengur út á tengslaskilning og að uppeldi og umönnun barna gerist ekki í einangrun heldur í samhengi. Og það heilsugæslan, það eru skólar, það eru dagvistun, heimanám í skóla, að aðstæður séu í nálægð við heimili, þetta eru fjárhagsaðstoð eins og barnabætur, það eru ótal hlutir sem auðvelda öllum fjölskyldum og eru mjög mikilvæg. Og þessi úrræði eru mikilvæg af því að þau eru gerð með hagi allra í huga og eru ætluð til þess að efla foreldrahæfni og fjölskylduvirkni. Bara það að það sé boðið upp á aðstoð við heimanám í skóla getur skipt margar fjölskyldur, alveg gríðarlega miklu máli. Það eru margar fjölskyldur sem að geta ekki aðstoða börnin sín við heimanám og sen færi foreldrar alls ekki eini hópur en þar. Bara það eitt að skólinn bjóði upp á það getur skipt öllu máli. Síðan gerist það eitt hverfi lokar á það, býður öðru sendir börnlis að fara í annað hverfi í staðinn, það er á langt. 10 ára gömul börn ganga ekki í 20 mínútur til þess að fá aðstoð við heimanám. Ef það er í skólanu þeirra, að þá geta þau gert það. Við þurfum líka að vera vakandi fyrir því að bara þessi almennu úrræði sem virka fyrir alla foreldra, þau séu í lagi. Þau eru ekki aðgreinandi, þau eru ekki stimplandi, þau hjálpa öllum. Nú, fjölskyldustuðningur. Þróunin þar hefur verið á áherslu á virkni fjölskyldunar sem heildar, frá einstaklingsstuðningi yfir í heildina. Og það getur verið áhersla bæði á formlegan eða óformlegan stuðning. Óformlegu stuðningur getur verið bara tengslanett fjölskyldunar. Úrræðin sem þar eru, það er aðstæður sem að bara eru í náttúrulegu umhverfi fólks. Formlegur stuðningur er meiri en öllu skiptir viðeigandi aðlögun og aðlögun á mörgum sviðum. Aðlögun getur bæði verið í tækni, hún getur verið samt við persónlegan stuðning, hjálpartæki. Hér sjáðu græju frá Ástralíu sem að vinkona mín einn sendi mér þessa mynd, hún að þessi stóll með stólnum fyrir dótturina hefur gert mæðgunum kleift að fara út allt og gera skemmtilega hluti. En það er til mikið af aðlögum hjálpartækjum sem við bara hreinlega vitum ekki sem að fyrir fólk sem að bara þarf á að halda. En þessi þekking hún einhvern veginn kemur með hverju foreldri og fer með hverju foreldri í staðin fyrir að við söfnum henni upp saman og svo eru börn þau vaksa svo hratt og þau þurfa bara stutt á hverju úrræði þannig að það er svo mikilvægt að þau lifi áfram og geti farið á milli fjölskyldna. En persónlegu stuðningur, fjölskyldustuðningur er til þess að hjálpa foreldrum að vernda börn. Persónlegu stuðningur og tækni aðlögun eflir sjálfstæði fólks svo framalega sem það hefur sjálft vald til ákvarðana. En viðeigandi aðlögun felst í því að umhverfið sé aðlagað að sérstökum og sértækum þörfum foreldra og þá til þess að bæta líka upp þær takmarkanir sem skerðingin getur sett og gert þeim kleift að sinna hlutverki sínu. Og núna er komið til dæmis í lög, bæði í Idaho og í Vermont í Bandaríkjunum, að það eigi viðeigandi aðlögun verði að vera, meðal annars til þess að koma í veg fyrir ónauðsynlega forsjársviptingu eða að börn fari í forsjá. Í fóstur, og í þessum lögum að þar er áhersla lögð á jafnvægi milli verndarbarnar og virðingar fyrir rétti foreldra með kröfu viðeigandi aðlögun til þess að foreldrar geti sinnt hlutverki sínu. Tæknileg aðlögun getur falist í hverju sem eykur færni foreldra eða auðveldast í að tengjast barni sínu. Það getur verið hvort heldur vöggur, skiptiborð, smartsímar, ýmis konar forrit í tengslu við iPhone og annað slíkt. Þetta geta verið í tæki til samskipta,
Stuðningur getur verið í formi heimilishjálpar, hann getur verið aðstoð við heimanám, hann getur verið til að tryggja öryggi barna, en það sem skiptir svo miklu máli að það samvinnan, að stuðningur beinist ekki sem sagt bara að fjölskyldum heldur séu unnin í samvinnu við fjölskyldur, markmið séu sett saman og unnið saman. Nú mat á foreldrahæfni, hún stundum notuð og þá vil ég segja það að sem sagt skerðing ein og sér að hún ekki góður sem sagt mælikvarði á hæfni. Að foreldrahæfnispróf þau hafa verið að þróast og breytast og nú til dæmis American APA, American Psychology Association of, hvað hétta? Já, bandarísku sálfræðisamtökin, að þau eru komin með núna til dæmis bara leiðsögn hvernig við gerum möt þegar það skerðing sem að tekur tillit til skerðingar, til aðstæðu og þannig áhersla á bæði tengslaskilning á sjálfstæði og mikilvægi þess að sá sem að meta, hann hafi góða þekkingu á fötluninni og viðeigandi aðlögun út frá foreldra og þetta krefst gríðarlega breið skilnings á styrkleikum og veikleikum foreldra á samspili fjölskyldumeðlima, einstökum matsþörfum, þjónustuþörfum og bara öllum þessum umhverfislegu þáttum sem að hafa áhrif. En málið að almennt höfum við hvorki fengið mikla þjálfun eða upplýsingar viðeigandi aðlögun og þetta endurspeglast mjög í öllu inngripi og öllu mati og það bara ef að þetta ekki aðlagað að þá mat og annað að þá gerir það verkum að ákveðnum hópar koma kerfisbundið illa út úr því, til dæmis fólk með tjáskipta erfiðleika eða seinfæri foreldrar. Nú ef að aðlögun vanrækt að þá hætta á því að foreldri sé séð sem ósamvinnuþýtt eða ófært að nýta sér þjónustu. Þannig að það margt að gæta að. Seinfær móðir sagði mér frá því fyrir nokkrum dögum síðan að hún fór í svona mat og hún sagði ég varð að vera ein, ég varð að sitja ein, ég mátti ekki hafa neitt með mér, ég þurfti að svara fullt af spurningum, fyrir mér voru þar 500 og þær voru meira og minna allar það sama, orðaðar á mismunandi hátt. Hún hefði komið allt öðruvísi þarna út ef hún hefði fengið að taka þetta á meiri tíma og með aðstoð og með stuðningi. Mér langar að segja ykkur frá samtökum í Bandaríkjunum sem heita Through the Looking Glass. Þau voru stofnuð árið 1983 af hjónum. Maðurinn með MS og konan hans. Þau stofnuðu Through the Looking Glass eða í gegnum stækkunarglerið í bakherbyggi heima hjá sér og þau hafa verið að vinna núna síðan 1983. Í dag þau staðsett í Ed Berkley centrinu sem miðstöð sjálfstæðslífs, það sem hugmyndafræðin sjálfstætt líf hefur verið til hús og kennt við forvígsmann þeirra hugmyndafræði. Í dag vinna þar 40 starfsmenn, iðjuþjálfar, sálfræðingar, mannfræðingar, fullt af þekkingu, sérfræði þekkingu. 80% alls starfsfólks ýmist með skerðingu sjálft eða þá að það aðstandandi eða vinur. Hefur mikla reynslu af fötlun persónulega og mikla fagþekkingu. Þarna lögð áhersla á rannsóknir, þau hafa verið að skoða bara hreinlega umönnun, bara hvernig til dæmis hvernig hægt að aðstoða við umönnun. Það eru gefnir út fræðsluefni, nú eru til dæmis 3 nýir geisladiska eða myndbönd komin út. Eitt bara foreldrar sem eru með mjög mikinn kvíða eða mikið stress, hvernig getum við aðstoða þá og dregið úr því, foreldrar sem eru einhendir, hvernig bara svona góða leiðir fyrir þá og foreldrar með mikla hreyfihömlun. Þarna mikil sérþekking á fötlun, þarna lagalegur stuðningur, þarna heimilis eða fjölskyldustuðningur, þarna fræðsla, þarna miðstöð hjálpartækja sem eru þróuð út frá þörfum fjölskyldna og hjálpartækja sem að verða síðan til fyrir aðrar fjölskyldur þegar að þær þurfa á því að halda. En þetta eitthvað sem okkur vantar mikið hér. Hér samt margt gott að gerast og margir að vinna vel, en okkur skortir stað
Okkur skortir stað eins og þennan, þar sem að þekking saman komin, þar sem hún deyr ekki með fólki, þar sem að eldri foreldrar geta deilt á reynslu sinni með yngri foreldrum, þar sem við getum haft jafningjastuðning, þar sem að fagfólk getur sótt sér þekkingu og fræðslu, þar sem við getum bara unnið vel með fjölskyldum og unnið á hátt sem að einkennist ekki af kvíða eða ótta eða vanþekkingu, heldur stað þar sem við getum gengið inn róleg og fengið þekkingu. Okkur vantar líka fullt af jákvæðum sögum, raunverulegum dæmum, fólki í samfélaginu, öfum og ömmum, systkinum og bræðrum, pöppum og mömmum, fólki sem að til og að lifa sínu lífi og sem sagt líður vel og getur þurft aðstoð, það geta allir þurft aðstoð, en það er ennþá svo stutt í okkur að fötlun og harmleikur sé það sama. Og við getum ekki unnið gegn þeirri sem sagt hugsun og þeirra hugmyndafræði nema að vera sýnileg. Og þá vil ég bara þakka fyrir. Við þakkum Hönnu Björg fyrir. Við vorum öll hrifin af þessari græju sem hún sýndi okkur áðan, skutlan með barnastólnum. Hún var að segja mér hún alla að hún hefur kannað málið og það bara eiginlega ekki til hjálpatæki fyrir fatlaða foreldra, það eru til hjálpatæki fyrir fötluð börn. En eins og barnarúm. Já, barnarúm sem henta sem þetta hekk og lekka og svo framvegis. Þetta bara eiginlega ekki til, þannig að það kannski bara að illri nauðsyn sem að fatlaðir foreldrar þurfa að vera svona lausnum með og sniður og smíða sjálfur skiptibor og þess aftar. Þetta bara lýsandi dæmi hvað kerfi gerir ekki ráð fyrir fötluðum foreldrum. En næst kemur reynslusamáður og María Hreiðarsdóttir ætlar að segja okkur frá lífinu með syninum. Gjörðu þess vel. Sæl. Komið sæl, ég ætla að segja ykkur reynslusögu af sjálfum mér og lífi mínu með syni mínum. Í móðurhlutverkinu. Það hafði verið minn draumur í nokkur ár að verða móðir. Þó að barneignir hafi verið ákveðnar fyrirfram var ég bæði glöð og óörugg þegar ég vissi að ég var ófrísk. Ég eignaði svo minn son. Hann heitir Otto Bjarki. Hann fæddist 24. nóvember 2002, mánuði fyrir tímann. Mikil gleði og áskoran hefur fylgt móðurhlutverkinu en ekkert hefur verið mér dýrmætara í lífinu. Það ekki sjálfgefið að allt gangi snurðulaust fyrir sér. Ég hef þurft talsverðan stuðning í uppeldishlutverkinu. Og tel ég það skipta miklu máli að fá hann til að drengnum mínum farni sem best í lífinu. Sjálfsagt eru misjafnar skoðanir á því hversu mikinn stuðning ég þarf, en eitt víst að ég ein veit hvað að hafa of lítinn stuðning. Það vita ekki aðrir en ég og vanlíðan sem því fylgir óbærileg. Ég mæli
þó ekki með að hafa allt of mikinn stuðning, en það getur verið kostur í dálítinn tíma og þá geti Já, ég mæli þó ekki með að hafa of mikinn stuðning, en það getur verið kostur í dálítinn tíma og þá finnst mér stuðningsaðilar þurfa að skilja það vel, af hverju það sé mikilvægt fyrir mig þó ég geti klætt mig sjálf og þess áttar, en mér hefur þótt skilningur lítill á því hvers vegna ég þurfi jafn mikinn stuðning og raun ber vitni. Hér er mynd úr leikskólanum sem drengurinn minn var á, Múlaborg. Hér er Otto Bjarki ásamt þroskaþjálfa sínum og leikskólakennara sínum, en það skiptir miklu máli félagslega fyrir drenginn að hafa góðan stuðning fagaðila á fyrstu skólastigi og var lagt mikil áhersla á það í leikskólanum. Er skömm að fá stuðning? Ég velti þessu bara hér upp vegna þess að við erum misjöfn. Ég tel að stuðningur skipta sköpum til að barni mínu vegni sem best í lífinu og okkur sem fjölskyldu líði sem best. Einnig til að takast á við sem auðveldastan hátt á við þá hluti sem kunna koma upp í okkar daglega lífi. Ég legg mikla áherslu á að félagslega kerfið skilji þarfir mínar og veiti mér þann stuðning sem ég tel mig eiga rétt á lögum samkvæmt. Ég tel mig ekki vera að fara fram á meiri þjónustu en ég þarf, en það er ábyrgð kerfisins að öllum fjölskyldum vegni sem best í lífinu og fái viðeigandi stuðning. Otto Bjarki er nýorðinn 11 ára. Hann er í Háaleitiskóla og stundar fótbolta sér til ánægju og hamingju og tekur þátt í fótboltamótum. Sonur minn er vinamargur og hamingjusamur og glaður drengur, en það gustar þó stundum af honum, eins og eðlilegt má teljast af börnum sem eru að þroskast úr barn í ungling. Sonur minn uppgötaði sorgina í fyrsta skiptið fyrir stuttu þegar hann missti eina af uppáhalds frænkum sínum og hefur það haft áhrif á hans tilfinningar og hugsanir. Ég er með MPA-samning. Samningurinn gerir það að verkum að ég fæ fjármagn frá ríkinu og kaupi þjónustu fyrir mig og drenginn. Ég kaupi þjónustu frá Ylfu, en það má ég ekki lögum samkvæmt, er mér sagt. Ég spyr því mig hvernig getur MPA verið notendastýrð þjónusta
sem á að fara eftir 19. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks NPA samningurinn ekki að öllu leyti samningur samkvæmt sjálfum sér og á einum stað stendur að fólk megi nota þjónustuna þegar það vilji á tímabilinu sem samningurinn stendur yfir en á öðrum stað að það eigi að skila restinu að fjármagninu fyrir 20. janúar. Ég spyr mig, hvernig getur fjölskyldan notað fjármagnið á tímabilinu sem að fjármagnið stendur á tímabilinu sem samningurinn stendur yfir en á að skila fjármagninu á öðrum tíma. Í dag býr fjölskyldan í íbúð á vegum Landssamtakanna Þroskahjálp. Hún 100 fermetrar. Ég fekk að velja íbúðina og að ráði hvaða íbúðahverfi við fluttum. Þetta skipti allt miklu máli því að annars hefði drengurinn minn ekki getað haldið áfram í sama skóla og hefði það verið mjög slæmt fyrir hann þar sem hann á við sérþarfir að stríða. Atriði sem hafa verið mikilvægar til að létta undir með mér sem foreldri. Láta mig vita ef stuðningurinn getur ekki mætt. Hafa stuðninginn í sveigjanlegu formi. Kenna mér hvernig má nota stuðninginn til að hann nýtist mér sem best á heimilinu og lífinu. Vera jákvæð fyrir spurningum mínum. Aldrei að hóta mér sem dæmi að barnið verði tekið af mér. Sveigjanleiki þjónustu verði staðar þegar þess þörf. Mæta þegar hefur verið samið. Mæta á réttum tímasetningum. Hjálpa mér að takast á við nýja hluti í lífi drengsins minns. Sýna mér aldrei fyrirfram að ég sé óhæf. Bera virðingu fyrir mér sem móðir. Veita þann stuðning sem ég tel mikilvægt að fá í foreldrahlutverkinu. Aldrei að neyða stuðning inn á mig sem ég kæri mig ekki Benda mér á hvað sé mikilvægt til að barni mínu farnist sem best í lífinu. Þegar ég hringi stuðningsaðilann að eiga þess kost að hann komi fljótt ef þörf á slíku. Það að veitir mér öryggi varðandi foreldrahlutverkið að hafa stuðning sérstaklega þegar mér líður ekki sem skyldi. Á góðri stundu á heimili okkar. Otto Bjarki í íþróttaskólanum. Á fyrstu árum ævinnar. Vinir og skólafélagar í 7 ára afmæli Otto Bjarka. Frá N1 mótinu í sumar, mikil gleði
fyrir góðan sigur. Hér sést Otto Bjarki ásamt félögum sínum í Fram á fyrsta vini sínum sem hann kynntist eftir að hann var byrjaður í skóla. Við tjörnina að gefa öndunum brauð á góðum sumardegi. Á leið í skólan, spenntur skólastrákur að hefja skólagöngu, 5 ára gamall, frá afmæli Otto Bjarka, þegar hann var 5 ára. Biðin eftir jólunum, jóladagur út í garði hjá ömmu og afa, með stóra frænda og afa, að búa til snjókall. Þegar maríulaxinn var veiddur í sumar, en þá fékk gæs frítt að veiða hjá borginni, en síðan lokaði borgin gæsinni eins og flestir vita. Áhugamál mín að sauma út mér til skemmtunar. En ég tek mér stundum til og sauma þegar tími gefst. Stórfjölskyldan saman á hótel Sögu á jólahlaðborði í hádeginu að njóta þess að vera saman. Og síðasta næstsíðasta, á 11 ára afmælisdegi Otto Bjarka, margir komu saman og nutu dagsins með okkur og farðu Otto Bjarka yndislegar gjafir í tilefni dagsins. Og hér er svo einn af vinum hans og svo komu bekkjar félagarnir í afmæli til Otto Bjarka. Takk fyrir mig. Við þökkum Maríu alveg hjartanlega fyrir. Og næst fáum við aðra reynslusögu. Það er Lilja Árnadóttir sem ætlar að flytja okkur erindi sem hún nefnir Við vorum alltaf svo fín. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, gaman að koma og vera með ykkur. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá mér, en mamma mín er seinfær og ég ætla að sýna ykkur mikið af myndum því að mér finnst það bara svo lýsandi og segir bara meira en 1000 orð. Og ég vil að þið taki sérstaklega eftir því hversu snirtileg við systkinin vorum alltaf. Og vorum alltaf vel greidd og alltaf bara passa upp að við værum ekki of litlum fötum. Og við máttum aldrei fara út úr húsi með gat og sokkum. Það var alveg bara rosalega mikilvægt. Og ég er elst af 4 systkinum og að mínu mati er æska mín nokkuð venjuleg. Og ég gerir mér ekki grein fyrir því fyrir en ég er svona milli 10 og 12 ára að mamma mín sé eitthvað öðruvísi heldur en aðrar mæður. Það er svona fyrst þá sem ég fer að velta því fyrir mér. Og ég var algjör pabbastelpa og við fórum alveg ferðalög og sund og annað svona eins og bara fjölskyldur gera. Og svo varð ég stóra systir og ennþá stærri systir og svo meira stóra systir. Þannig að fjölgaði á heimilinu og
ég fór í leikskóla og var í leikskóla eftir hádegi og mér fannst ekkert sérlega gaman á leikskóla. En svo fór ég að vinna á leikskóla og núna að vinna á leikskóla. Og mér finnst það alveg æðislegt. Og og þar sem mamma hafði elst upp við það að það væri mikilvægt að vera snyrtilegur, þá var það venjan á hennar heimili. Það hún bara aldi okkur upp með það. Og þó svo að mamma hafi kannski ekki endilega haldið sjálf í þann vana að vera rosalega snyrtileg, þá var mjög mikilvægt að við værum snyrtileg. Og það sem punkturinn með þessu er að þegar seinfæri foreldrar læra eitthvað svona og það er alveg innrætt, alveg djúpt með þeim, þá læra það og þau halda alveg við það. Þau eru alveg fullfærum að læra eins og við öll hinn og þau þurfa að fá að læra forgangsraða verkefnum og sem koma upp í daglegu lífi. Og svo hefur komið fram áður og ekki kenna skerðingunni þau vandamál sem koma upp. Það er ótrúlega auðvelt fyrir okkur öll held ég að finna alltaf auðveldustu leiðina í að kenna vandamálið. Og við gerum öll mistök og við lærum öll að því. Og það gera seinfæri foreldrar líka. Og þau vandamál sem að seinfæri foreldrar glíma við eru mjög svipuð þeim sem að bara margar aðrar fjölskyldur glíma við og tengjast að mínu mati þessi vandamál oft fátækt og eiga þessi vandamál oft við bara fjölskyldur þar sem eru innflytjendur, ungir foreldrar og þess háttar. Og við til dæmis bjuggum 6 saman í 90 fermetra íbúð með 3 herbergjum og það var svolítið þröngt. Svona til að byrja með. Og en svona persónulega fann ég aldrei beint fyrir fátækt þannig séð, en ég fann að við áttum kannski ekki alveg jafn mikið, við gátum ekki leyft okkur jafn mikið og aðrir í kringum mig, mínir jafnaldrar og svona. Og það var svona ýmislegt sem að ég vissi kannski ekki að við hefðum ekki efn á sem að var samt alveg eðlilegt. Og ég vissi til dæmis ekki að allir tannlæknakostnaður var greiddur af þjónustumiðstöðinni fyrir en að ég var eldri. En eins og við öll vitum það er ótrúlega mikilvægt að vera með heilbrigðar tennur og ótrúlega þakklátt fyrir það í dag. Ég veit ekki hvernig tennurnar mínar hefði verið ef ég hef ekki fengið tannlæknaþjónustu sem barn. Og þá æfði ég fimleika og og þjónustumiðstöðin borgaði líka fimleikagjöldin. Og fimleikar eru rosalega dýrt sport og þetta var bara ótrúlega mikil forréttindi að hafa fengið að æfa fimleika. Því að ég get ekki lýst í hversu mikið fimleikarnir mótuðu mig sem manneskju. Og yngri 3 systkini mín fengu öll aðstoð við heimanámið, en það var á sama tíma og ég var á fimleikaæfingum þannig að ég nýtti mér það ekki. En það var misjafnt hvernig aðstoðin með heimanámið var komið upp. Það fór bara eftir í hver var að sjá það og bara misjafnt milli ára. Og eins og ég segi, bara fimleikarnir hafa bara mótað mig svo ótrúlega mikið að það bara það eiga bara, öll börn eiga rétt að komast í það áhugamál sem að þau vilja og rækta það. Og í fimleikunum lærði ég metnað,
setja mér markmið, aga, sjálfstæði, hugrekki og hópsamskipti og svo margt annað. Og svo byrjaði ég sjálf að þjálfa fimleika þegar ég var 14 ára gömul og þar fekk ég ennþá meiri ábyrgð og ég hef verið að þjálfa síðan þá, mismikið. Og áhugi minn á sportinu hefur ekkert minnkað frá því ég var 8 ára gömul þegar ég byrjaði. Þannig að, eins og ég segi, ég kemst ekki yfir það hversu þakklátt ég er fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að æfa fimleika. Þar varð ég til, vil ég meina. Og eftir grunnskóla, eða framhaldsskóla tímabili, þá breytist ýmislegt þar sem að mamma mín og pabbi skilja. Og við, ég og yngsta systir mín flytjum með mömmu. En 2 miðjusystkini mín eru þá þegar komin í fóstur á sama stað þar sem að það var í samstarfi við þau og þau voru mjög ánægð þar. Og þau voru í fóstri þar til þau kláruðu grunnskóla en komu þá til mömmu og kláruðu framhaldsskólan. Systir mín sem er 2 árum yngri en ég, hún kláraði stúdentspróf og er núna í háskólanámi og bróðir minn er búið með sveinsprófið í bílasprautun og svona málmréttun. Og yngsta systir mín er núna hjá mér í fóstri og er að klára framhaldsskólan. Ég kláraði stúdentspróf af félagsbraut og fór þá haustið til Bandaríkjanna í 1 ár. Þegar ég kom tilbaka var yngsta systir mín komin í fóstur þar sem að þegar ég kom tilbaka þá tók ég yngstu systir mína í fóstur og er hún núna að klára framhaldsskólagöngun sína. Og ég hóf nám í HÍ haustið 2008 og kláraði BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum og byrjaði í fötlunarfræðum haustið 2011. Og núna í vor þá tók ég að mér deildarstjórastöðu á leikskóla og keypti mína fyrstu íbúð núna í haust og á vonu mínu fyrsta barni í desember. Og ég er ekkert eitthvað að reyna að segja að ég sé eitthvað undrabarn af því ég gleymdi alveg við ýmist vandamál þar sem mér fannst allt vera erfitt og allt vera ósanngjarnt og allt bara á móti mér. En ég held að það eigi alveg við alla unglinga, að þær taki svona tímabil þar sem allt er erfitt. En ég fekk tækifæri til þess að rækta styrkleika mína og taka ábyrgð, sem er ótrúlega mikilvægt. Og allan tíman sem ég hef verið í námi, frá því að ég hóf framhaldsskólagönguna mína, þá hef ég verið að vinna með. Þannig að ég hef haft mikið fyrir því að komast í gegnum það nám sem ég hef tekið að mér og ég hef yfirleitt verið í meira en 70% vinnu með náminu. Og þá var ég að vinna í sjoppu, á kvöldvöktum og næturvöktum og á frístundaheimili og leikskóla og þjálfa. Og að lokum þá finnst mér að mínum að áhyggjur af börnum seinfæra foreldra vera of miklar. Það er verið að leita vandamálunum í stað þess að vera að leita af lausnunum. Og þegar fjárhagurinn er kannski ekki endilega svo besti í fjölskyldunum, þá er svo erfitt að finna kannski styrkleika sem að kosta eitthvað. Því að það er svo margt í samfélaginu okkar sem að kostar. Þannig að börnin missa af tækifærum til þess að finna kannski rétta styrkleikan. Og þar af leiðandi missa tækifærum til þess að rækta þennan styrkleika. Þannig að ég vil að við hættum að leita vandamálum og leitum á lausnum. Takk fyrir.
Þakka þér einlega fyrir, Lilja. Og síðast ræðumaður fyrir kaffið er Snæfríður Þóra Egilsson, prófessor í fötlunarfræði og hún ætlar að fjalla fjölskyldur fatlaðra barna. Gjörðu svo vel. Ágæta fólk, gaman að vera með okkur hérna í dag og sjá hvað eru mörg. Ég ætla sem sé að ræða fjölskyldu fatlaðra barna og vil byrja á því að segja að fjölskyldur eru jafn misjafnar og þær eru margar. Hver fjölskylda er í raun og veru einstök. Og það er svo margt, það eru fjölmargir og oft samverkandi þættir sem hafa áhrif á líf og líðan fjölskyldna. Og þannig erum við að tala mjög flókið samspil og persónlegra, félagslegra þátta. Nú erum við búin að heyra til dæmis efnahagslegar aðstæður, hvað það geta skipt miklu máli. Og það hefur verið ríkjandi tilhneiging þess að líta á tilvist fatlaðs barns sem eins konar harmleik og sem byrði á fjölskyldu. Það er þetta gallasjónarhorn sem Hanna Björg talaði hérna fyrr í dag. Og stundum er tilvist fatlaðs barns notuð til þess að útskýra aðstæður í fjölskyldulífi sem eiga sér miklu flóknari skýringar. Þarna vil ég til dæmis nefna skilnaðarástæður. Við vitum það eru mjög mörg hjónabönd og sambönd sem enda með skilnaði eða sambúðarslítum. Ansi hreint algengt og fólk skilur út á ýmsum ástæðum. Þegar fatlað barn er í fjölskyldu þá er mjög oft sem ástæðan er rakin beint til þess. Það var svo mikið álag á fjölskylduna að því hún átti fatlað barn. Við spyrjum ekki svona í öðrum tilvikum, hvað með allar hina fjölskyldunar? Ég vil bara draga þetta upp vegna þess að þetta er svona eitthvað sem hefur verið mjög áberandi. Og reyndar nýjustu rannsóknir sína að þetta er bara algjör mýta í sambandi við skilnaðina. Við hefum til dæmis mjög stóra og viðamikla norska rannsókn sem sýnir það að allavega þar í landi þá eru skilnaðir heldur færri hjá fjölskyldu fatlaðra barna heldur en almennt. En það hefur svolítið dregið úr harmleiks áherslum undanförnum árum sem betur fer og það er meira hort til aðlögunar og seglu fjölskyldunar og hvernig bara fjölskyldan tekst almennt við daglegt líf og reynda að skoða það og læra á því. Það sem hefur líka verið að gera síðust árin eins og fram hefur komið er aukin áhersla á sjónarmið og vilja notenda, krafa samtaka fatlaðs fólks og foreldra fatlaðra barna val og stjórn á eigin lífi. Hvernig lífið það vill lifa og hvers konar þjónustu myndi henta, hvernig þjónustu það vill og þarf, því að það þarf alls ekki að vera það sama fyrir alla. Og þetta er náttúrulega í takt við slagur samtaka fatlaðs fólks, ekki okkur án okkar. Við höfum líka alþjóðasamninga mannréttindi og réttindi tiltekinna hópa, samningur Sameinuðu þjóðanna sem réttindi barnsins sem hefur verið löggiltur hér á landi og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og það er unnið að löggildingu þar. Það sem kemur upp sem svona ákveðið meginstef þegar hortið til fatlaðra fólk, foreldra fatlaðra barna er glíman við kerfið. Og þetta er svolítið athyglisvert vegna þess að hversi við lítum þá er þetta ein megin uppspretta óánægju foreldra. Og hvernig stendur á því að ýmiss konar stuðningur og úrræði sem á að auðvelda fjölskyldu fatlaðra barna lífið og gerir það, svo sannarlega, er jafnframt svona erfiður viðfangs. Og það sem að rannsóknir sýna okkur til dæmis er það að það er erfitt að vera svona háður kerfinu. Allir foreldrar, allar barnafjölskyldur eru í stöðugum samskipti við kerfið en hér erum við að tala með þetta svo miklu meira mæli. Og fólk upplifir margt hvert að það sé undir stöðu eftirliti og það þurfa að berjast, þurfa að sýna fram á rétt sinn til stuðnings, hjálpabúnaðar, berjast fyrir þjónustu, úrræðum og fjármagni. Þannig að þetta kemur gegnum gangandi í rannsóknum hvert sem litið er og er mjög athyglisvert í raun. Nú, ég ætla að ræða örlítið þjónustu vegna þess að niðurstöðuna mína sem ég kem að eftir fjalla töluverðu miklu leyti þjónustu.
En undanförnu árum þá hefur það sem kallað er fjölskyldumiðuð þjónusta sér mjög til rúms og talin svona dæmi best practice það sem á að gera. Og það gengið út frá ákveðnu grundvallar áætlunum. Í fyrsta lagi að fjölskyldan fasti punkturinn í lífi barnsins. Hún færist að greina þarfir og líðan þess og val og ákvarðanataka fjölskyldunar þarna í brennidepli. Það sem sé byggt á styrkleikum fjölskyldunar og henni sín fyllsta virðing með samvinnu að leiðarljósi. Og það sýnir sér svo sannarlega að stuðningu við fjölskyldunar skila sér ótvírætt til barnsins. Og í þessu sambandi mjög brýnt að huga vel að nærumhverfi barns og fjölskyldu. Nú það hefur verið gerðar heilmargar rannsóknir á fjölskyldumiðuð þjónustu víða lönd og það sýna flestar það sama að ánægja með foreldrar með þjónustu mjög háði hve fjölskyldumiðuð hún að þessi atriði sem ég nefndi áðan sé höfð að leiðarljósi. Nú fjölskyldumiðuð þjónusta dregur að auki úr streitu foreldra og að hún getur stuðlað að framförum og aukinni færni barnsins á ákveðnum sviðum. Það mikið verið spáðið þetta, þannig að þetta ekki alveg svona alltaf samhljómur, en líkast til þetta vegna þessi við köllum svona valdeflingar áhrif. Þegar foreldrar taka virkan þátt og stjórna för, þá verður svo mikið til og mikil orka og kraftur og áhugi. Þannig að þetta skila sér í mörgum tilvikum til barnsins. Og í þessu sambandi brýnt að taka fram að það ekki nægilegt að foreldrar fá að tjá skoðanir sínar, það sem stundum kallað sýndarsamráð, heldur þarf að tryggja að þeir taki þátt í að skilgreina áhersluatriði og leiðir, hvað á að gera, hvenar, hvernig. Nú ég hef nokkur ára skeið beint sjónum af fjölskyldu fatlaðra barna með samstarfsfólkin mínu við HÍ og líka við Háskólann á Akureyri þar sem ég starfaði árabil. Og við hefum verið að horfa á daglegt líf, ýmsa þætti það eins og heimilislíf, atvinnu og félagslíf og tómstundaiðju, en það sem gjarnan megin stefið í rannsóknum okkar og hefur orðið í æ meiri mæli samskipti foreldra við þjónustukerfi, velferðar og menntamála. Það í raun og veru það sem að foreldra vilja ræða eins og þegar við erum að tala eins og í eiginlegum viðtölum til dæmis. En ég ætla að byrja á því að víkja örstutt að hinum þáttunum. Heimil og heimilislíf. Nú þrátt fyrir að ég hafi sagt í upphafi að þarna og vilji mjög mikið draga þessum harmleiks áherslum, þá vil ég ekki draga að dula það að heimilislífi getur oft verið mjög flókið. Það fjölmörg úrlausnarefni sem þarf að takast á við og sér í lagi kannski hjá fjölskyldu barna með umfangsmikla færniskerðingu. Það svo margt sem þarf að huga að og meðal annars það að taka samtímis miðað þörfum barnsins og fjölskyldunar í heild. Og þetta krefst flókin skipulags oft á tíðum. Eitt sem kemur gegnumgangandi fram mikilvægi aðgengis eins og nú talað hér í dag og líka athafna rýmis, gott rými, auðveldar samskiptin á heimilinu og dregur að hættu á árekstrum og að því að líka að rætt efnahagsástæður það að fólk hefur lítið á milli handan og býr í litlu húsnæði að það getur kallað á miklu flóknari erfiðleika oft á tíðum. Nú staðsetning húsnæði skiptir líka miklu sér í lagi sambandi við skólamálin eins og María nefndi. Svo atvinnan. Þar sem eru tvær fyrirvinnur, þá það staðreynd að annað foreldrið og þá oftast móðurinn sinnir gjarnan hlutastarfið eða hefur sveigjanlega vinnutíma. Og þetta ekki endilega það sem fólk óskar sér helst, heldur lýsir að því að sérinn var ekkert annað í stöðunni. Hlutastarfið hins vegar vart raunhæfur valkostur í einstæðum foreldrum sem oft í mjög erfiðri stöðum og áhyggjur af afkomu hafa oft komið upp í viðtölum. Og þarna kemur líka skipulag þjónustu, alltaf dúkkar það upp, því að það ræður mjög miklum atvinnumöguleika foreldra. Og þá kemur aftur að samskiptu við þjónustukerfið, þau oft tímafrek og krefjandi, heimsóknir til ýmissa sérfræðinga, þjálfara, 2-3 í viku og svo skortur á stuðningi við hæfi, eins og til dæmis bara ferðaþjónustu og öðru slíku. Félagslega og tómstundaiðja. Það sýnir sig að viðmót og viðhorfi hverjum skipta mjög miklu. Fjölskyldu barna með hreyfihömlun lýsa því hvernig aðgengi stýri því hvað fjölskyldan tekur sér fyrir hendur.
Það eru langmest og kannski nær einungi samskipti við fólk sem býr í aðgengilegu húsnæði og sömu fara hreinlega lítið út á heimilinu. Fjölskyldur barna með þroskahömlun eða einhverfurófi þurfa að taka tillit til skynáreita og skipulags umhverfis. Þeir lýsa mikið því hvað maður þurfa að huga að hvort þessi fjölmenni, erill, hávaði, sjónræn áreiti sem trufla. Þannig að þetta kemur inn í þetta skipulag. Og að því hún Lilja var að tala tómstundaiðju, þá lýsa mjög margir fáum valkostum í sambandi við tómstundaiðju, iðkun. Og sumarleyfi og frídagur og annað kalla mikið skipulag. Nú þá komum við á þjónustunni sem hefur verið megin stefið, eins og ég hef sagt ykkur, og ég hef skoðað það með ýmsum leiðum. Og þess ég ætla að byrja að tala við ykkur það sem við kallum meginlega niðurstöður, það sem sé niðurstöður spurningalista. Við erum búin að fara út með spurningalista sem að skoða einmitt hvað miklu leyti þjónustan er fjölskyldumiðuð, farið með það til foreldra barna með, til ýmis konar fjölskyldna skulum við segja, hérna gæsaleppa, foreldra barna með hreyfihömlun, með annars konar skerðingu, við höfum verið að skoða upplifun af þjálfun, upplifun af samskipti heilbrigðiskerfi og núna nýlegast samskiptinu velferðarkerfi heild og það er svo, sem er svolítið athyglisvert er það að megin niðurstöðunar eru alltaf það sömu, hvert sem við beinum sjónum okkar. Foreldrar eru almennt ánægðir með mannlega þáttinn sem sé viðmót fagfólks, finnst að almennt sína sér virðing og veita mjög mikilvægan stuðning, þótt að séu reyndar undantekningar en almennt eru þetta skilaboðin. En foreldrar eru ósáttur við upplýsingagjöf, sérstaklega svona almennar upplýsingar réttindi, úrræðu og þjónustu af ýmsum toga. Finnst þau þurfa að hafa mikið fyrir að fá þetta. Og líkt að við komum fram í erlendum rannsóknum, þá eykst ánægja foreldra með þjónustu mjög í takt við aukna þáttöku þeirra í ákvarðanatöku. Við höfum sendt þessa spurningalista út til 100 foreldra, þannig að við getum reiknað út þessa fylgni og hún er mjög skýr og mjög sterk. Áfram með þessar spurningalista niðurstöður sem kemur gegnumgangandi í ljós er það að foreldrar yngri barna eru mun ánægðari með þjónustuna heldur foreldrar þeirra sem eldri eru. Og stundum hefur greining barnanna og áhrif á ánægju foreldra með þjónustu. Foreldrar barnanna á einhverju rói eru til dæmis marktakt síður ánægðir almennt heldur en aðrir. Hvert sem við leitum, hvers konar þjónustu sem við erum að skoða. Og þetta virðist líka tengja svona umfangiskerðingar. En það sem er svo athyglisvert er þetta sem ég sagði áðan að við erum alltaf með þessa megin niðurstöður, þetta sama stef. Og það sýnir það líka að þetta er eitthvað sem er brýnt að halda á lofti. Nú við hefum líka skoðað þetta með eiginlegum aðferðum, tekið viðtöl við einstaklinga og hópa, rýnihópa. Og það sem er líka athyglisvert er að þarna er ekki fullur samhljómur. Því það sem gerist er að foreldrar eru miklu gagnrýnni í þessum viðtölum heldur en þeir svara spurningalistum. Og ég hef rýnt svolítið ástæði þess og ég held að megin ástæðina séu þær að þarna eru ólík viðmið og tímamörk sem sé í spurningalista ertu gjarnan að spyrja síðustu 6 mánuði, síðasta árið en erfið reynsla og tilvik situr svo í fólki og móta svo alla upplifun þeirra af þjónustuna og þetta kemur aftur og aftur upp í viðtölum. Nú í eiginlegum viðtölum þá tala líka fólk frítt en því við hefum ekki lögð orð í munn eins og spurningalistum. Og svo sjáum við líka það að það er mjög erfitt að svara spurningalistum áherslu þjónustu þegar markmið og tilgangur eru óskýr. Það margsinni komið í ljósa fólk sem hefur svarað lista við líka komið til okkar í rýnihópa og hefur kannski bara verið býsna ánægt að svara listanum. Í rýnihópnum þá kemur ýmislegt í ljós og kannski það að aðrir vita meira en það ýmislegt er að fá annars konar þjónustu, betri þjónustu þeirra mati, þannig að allt í einu þá verða það bara mjög óhressir með þetta og ósáttur við fyrri svöru spurningalistan. Þannig að það sem ég er að segja, við þurfum að skoða þetta með ýmsu móti. Það er mjög brýnt að gera það. Og svo ég taki þetta saman að við sjáum það að samskipti við þjónustu aðal og kerfi tímafrek og taka ofta á. Og enn og aftur, það er mjög margt gott í gangi hjá okkur en það virðast
virðist vera svo að leiðir eru ekki nægilega vel skilgreindar og mismunandi sín og stefna þjónustaðala og hver tekur ábyrgð, það truflar mjög mikið. Foreldrar álíta almennt að þjónustan taki of mikið mið af þörfum og forgangsröðum kerfisins, hefðum ýmiss konar, þetta var alltaf verið gert svona, þannig að það er þá gert þannig áfram. Svo líka að tala mikið breytileika meðal fagfólks. Þetta er svona spurningum að finna rétta fagmannin sem að segja okkur það að það er alls ekki sama á hverju maður lendir. Og þannig að þetta er svolítið spurningum heppni og þetta hugtak heppni kemur svona gegnum gangandi í gegn hjá okkur. Og ánægja foreldrar útkomu þjónustunar iðulega meira en með ferlið og með því á ég við þetta sem ég sagði áðan, fólk er kannski tiltölulega ánægt í dag en það lýsir töluverið þrautagöngu við að komast á þennan stað það sem er akkurat núna. Umkvörtunarefnin tengjast ekki og kannski sjaldnar skorta úrræðum. Heldur erfiðleikum við að afla upplýsinga, þessari brotakendu og oft tilvíðankendu þjónustu sem ég var að lýsa og svo takmörkuðum sveigjanleika. Og foreldrar lýsa því almennt þeir vilja taka þátt, þeir vilja virk en viðráðanleg hlutverk. Þeir vilja sameiginlega ákvörðunartöku, samvinnu við skóla og stuðningskerfi en vilja ekki bera megin ábyrgð á þjónustunni né vera boðberar á milli kerfa. Og það virðist því miður en vera raunin oft á tíðum. Nú af því að þetta eru svona hvað ég segja, svolítið gegnumgangandi niðurstöður og ég var stundum meira þannig þegar maður er búin að vera með eitthvað í höndum lengi og því ég var undirbúið þá finnst mér raun og veru, ég er ekki með neitt nýtt ég hef verið að segja það sama síðust árin. Nú er reynda að koma meira gögnum til að bakka þau upp og kannski er megin skilaboðin þau, við vitum þetta við vitum þetta mjög vel og þetta eru mjög skýra niðurstöður og það sem er brýnt að gera hér á landi því að ég tel ég tók mig saman að setja upp nokkrar hagnýtar ábendingar. Við þurfum að skýra ábyrgð miklu meira, við þurfum að auka samvinnu og samræmingu, en samt að tryggja fólk hafi valkosti. Þetta má ekki vera það staðlaða að það sé sett upp einlaust fyrir alla. Það er greinlegt að við þurfum að auka upplýsingagjöf og sýnileika, ekki bara spurningum magn heldur rýna vel í hvenær fólk þarf tilteknar upplýsingar og þá kannski sérstaklega að í sambandi við tímamóti í lífi barns og fjölskyldu þegar barn byrjar á leikskóla, grunnskóla, fyrir unglingsárin, yfir í framhaldsskóla og sérstaklega yfir fullorðinsárin. Það er mikil svona ótti sem kemur oft fram þar, þannig að þetta þarf að undirbúa mjög vel og að það séu þá hagnýtar upplýsingar sem liggi fyrir þessi tímamót. Og svo held ég við þurfum að vera meira opin fyrir því að skapa leiðir og samhafa stuðningsúrræði til þess að auðvelda fjölskyldum að lifa sem eðlilegustu lífi og þó fóta sig í kerfinu. Nú þarna sé ýmis úrræði. MPA var nefnt hérna áðan, ég sé það sem gott úrræði í mörgum tilvikum. Það leiðir sem að hafa verið farnar í kringum okkur, til dæmis í Noregi, að það eru miklu skýrar og virkari alhliða einstæðlingsáætlunir fyrir fötluð börn sem ná ekki bara til grunnskólans heldur til allra þjónustu og allir þessir aðilar koma af foreldra sem miðpunktur, foreldrar og barnið en svo kemur skólinn, heilbrigðisþjónustan og velferðarþjónustan í heild og allt fer þetta inn í þessa einstæðlingsáætlun. Hér eru gerða einstæðlingsáætlunir í skólum, flestum, en ég held ég verð að segja það að þær eru misvirkar og stundum kannski ekki mjög lifandi plögg. Nú svo hefur verið auglýst mjög sterkt eftir tengli eða svona case manager sem heldur utan mál hverja fjölskyldu. Þannig að þetta er það sem ég sé að við þyrftum að leggja áherslu á hér út frá þessum niðurstöðum sem ég var að kynna fyrir ykkur í dag og ég vil ítreka þess að ég sagði í upphafi að þetta er raun og veru það sem við sjáum erlendis líka. Þetta eru þær áherslu sem eru efst á baugi þar. Já, takk fyrir þessu. Takk kærlega fyrir Snæfríður. Nú er komið að kaffihlé sem verður í hálftíma og það var aðeins tekst úr þessu hjá okkur þá byrjum við stundvíslega 10 mínútur yfir 3 og það er boðið bara höfðsingum fram, ekki rauðsvel.